Þetta gekk ekki í dag, en fyrstu viðbrögð til leikinn? Ég verð bara að fá að melta þetta. Ég ætla ekki að fara að verða svo paranoiðar að ég kenna alltaf dómurum en ég trúi því ekki annað heldur en að þessi drengir hafi fengið tiltal frá eftirlitsdómara, sérstaklega fyrir hálfleikinn. Ég talið upp endalaus atriði sem bara falla rangt. Það ekki eins og 60-40 dómgæsla að mínum mati. Mér finnst það að vera svona 75-25 og það bara alltaf mikill munur og ég mjög ósáttur en ég óskaði samt valstelpunum til hamingju með þetta. Það alltaf sigurinn vísan og eru betri við. Það ekki, má ekki misskilja að ég ekki fúll út af því. Ég bara fúll yfir því að mér finnst dómar ekki vera að bera þá virðingu sem að bera fyrir verkefni. Það mitt mat. Einhvers síður á leiknum þá voru alveg inn í leiknum í fyrra hálfleik og svona hraðahlaupin voru svona svolítið kljáleið, annars fannst mér ekki svakalega munur. Nei, það í raun og veru, í fyrra hálfleik þá fá þær 6 eða 7 á mörkum og hraðahlaupum og ég sagði við stelpunar í hálfleik 4 að við voru óþörf, við vorum búin að fara yfir það. Anna var bara svona í jafnum frá og tilbaka, við litum markmanninn verja, Begga stóð sér frábærlega svo venjulega, frábær markmaður og síðan bara einhvern veginn við svona þurfum að lengja þessa kafla, við þurfum að læra, við höfum eitt leik eftir fyrir áramót í deildinni og eftir þá þarf bara að setjast niður og fara yfir lærdóminn og þetta svo alltaf, menn við þurfum bara að bæta í sarpinn, við vitum það að við erum töluvert eftir þessu liðum og þurfum bara að bæta okkur, við megum ekki gera mikið að mistökum, það refs okkur alltaf. Og næsti leikur í IBVF, eða ekki? Það IBVF Eyjum, það næsta verkefni, það á laugardaginn og ég vona að við fáum að fara frá landi Höfn og það bara gaman, alltaf gaman að koma til Eyja, ég bara spenntur að sjá liðið hjá Hrafnhildi, þessi lið eru á góðri siglingu, það nýkomnar úr Evrópukeppni, þar sem þær stóðu sig frábærlega, það er gaman að fá að hitta og mæta þessu liðum, okkur hlakkar alltaf til að fá að spila þessi lið, það ekki vandamál, það bara gaman.